Umdeilt frumvarp heilbrigðisráðherra miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði var samþykkt á Alþingi viku fyrir jól. Í þessum grunni verða engar persónuupplýsingar. Þar með var tónninn sleginn í mesta deilumáli ársins. Persónulegar upplýsingar eða ekki, einkaleyfi eða ekki, siðlegt eða ósiðlegt, vísindalegur ávinningur eða ekki, einn gagnagrunnur eða fleiri, upplýst samþykki, eignarréttur á heilsufarsupplýsingum, er þetta í samræmi við alþjóðlega sáttmála. Allt þetta var deilt, en í miðpunkti var fyrirtækið Íslensk erfðagreining. Í dag sýnist mér að svo vera að það sé ekki mörg fyrirtæki sem geta farið, ekki íslensk fyrirtæki, sem geta farið í slíka þjónustu. Okkur stendur mjög mikill stuggur af þessum stóra gagnagrunni sem virðist eiga að búa til, sem að einkaaðili kemur til að hafa í umsjá sinni, einkaaðili sem að nánast öllu leyti í eigu erlendra aðila. Ég held í fram að svo pínulitla áhætta sem verður tekin með þessu, að hún sé þess virði að taka hana, eða hefur einhvern tíma verið þess virði að taka áhættu í íslensku samfélagi. Læknasamtökin urðu fljótlega eins konar samnefnari andstæðinga gagnagrunnsfrumvarpsins. Þau óttuðust trúnaðarsamband læknis og sjúklings, vildu dreifða gagnagrunna og höfðu áhyggjur af því að fjárhagslegir hagsmunir gætu stýrt viðfangsefnum vísindamanna. Vegna mikillar andstöðu var afgreiðslu gagnagrunnsfrumvarpsins frestað í vor, en það síðan lagt fram endurskoðað og talsvert breytt í haust. Þótt þar væri tekið tillit til ýmissa athugasemda var áfram deilt ýmis grundvallaratriði. Þegar frumvarpið var að lokum afgreitt á Alþingi, sagði heilbrigðisráðherra að gæfuspor hefði verið stigið fyrir íslensku þjóðina, en formaður þingflokks óháðra sagði þetta stærsta hneyksli þingsögunnar.